Ásdís Óskir, húsaskjöl fasteignasölu. Á mínu 17 ára ferli sem fasteignasali hef ég tekið eftir að blessa dótið oft stærsti hausverkurinn sölu fasteigna. Það ótrúlegt magn af dóti sem safnast gegnum tíðina hjá okkur og því lengur sem við búum á sama stað því meira verður yfirleitt. Oft hreinlega erfitt að sýna eignir sem sumir rýmin eru svo yfirhlaðin að það erfitt að komast inn. Að auki vilja kaupendur almennt vilja sjá sig sjálfa eigninni og það erfitt að spegla sig of mikið dótið staðar. Hvað hægt að gera? Ég mæli alltaf með því að fara gegnum öll rýmin eigninni og ákveða hvað að taka með sér næstu eign. Ef það verið að minnka við sig þá borgar sig að byrja á sig áður en eignin sett á sölu. Það líka miklu auðveldara að undirbúa sýningar þegar þarf ekki að byrja á því að taka til í húsinu áður en kaupendur mæta staðinn. Við því á húsaskjöli við tókum saman 5 góð ráð fyrir þá sem vilja minnka dótið og þau eiga við hvort sem vilja fara að selja eða ekki. Númer 1. Veitir hlutur þig gleði. Ef ekki, þá bara kominn tíma að senda hana heiman. Slepptu takinu. Oft það hlutir sem kostar mikið peninga eða einhver ættingi gaf ykkur. Það þarf ekki að eiga allt. Muntu einhvern tíma að nota þetta aftur? Vertu hreinskilinn. Ætlarðu örugglega að lesa bókina aftur? Kemstu aftur í kjólinn? Ertu í alvöru að fara að stunda flugumnýtingar þó ég allt til staðar? Settu lítil markmið. Henda 10 hlutum á dag, nota 30 mínútur yfir helgina í geymsluna því að þetta oft ofsalega yfir hlaðið og virkar óyfirstíganlegt verkefni. En lítil skref verða stóru. Og númer 5. Gefðu hlutunum framhaldslíf. Það þarf ekki að henda því sem maður ætlar ekki lengur að nota. Það hægt að setja hlutina í Sorpu, Rauða krossin eða hreinlega gefa og selja á Facebook til þessi frábær grúpa sem þið brask og brall. Ef þetta eitthvað sem getur nýtt endilega kíktu á þetta.